Já, góða fólk, nú höldum við áfram og til okkar eru konir 3 þingmenn og ætlum að ræða ríkisfjármálin. Það Oddný Harðardóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Andrés Ingi Jónsson. Það Samfylking, Framsókn og Pírati og fyrir Vinstri græn. Maður er alltaf að þroskast. Það langt síðan. Hvað komið langt síðan? Jú, ég sagði með þeim flokki 2019, þannig að það eru 5 ár núna. Heyrðu, en tilefni náttúrulega þetta, Oddný, að ríkissjóður rekinn með umtalsverðum halla ár eftir ár og skuldurnar hverfa ekkert. Það vitum við bara sjálfum okkur. Það veit að vera svona, eða þetta sækja tekjur einhvers stað sem við gerum ekki til að sporna við þessu? Þetta verður alltaf verra og verra og verra. Já, skuldasöfnun heldur bara áfram. Og það sem að þarf að gera að hætta að stofna til útgjalda sem eru ófjármögnuð og það auðvitað hægt að afla tekna og við höfum bent á margar leiðir til þess. Augljósasta leiðin að innheimta auðlindagjöld. Við þurfum að horfa til bankana og setja bankaskattinn á aftur. Það tilefni til þess. Og síðan fólk sem hefur það ansi gott á Íslandi sem að borgar sér launatekjur í gegnum fjármagnstekjuskatt. Borgar þessuna mikið lægri skatta heldur en aðrir. Já, síðan eru greiningar sem sýna að það spenna í hagkerfinu, ekki allstaðar en á ákveðum stöðum og þangað eigum við auðvitað beina sjónum okkar. En það gengur ekki að ef þú vilt stöðva skuldasöfnun og minnka fjárútlát til vaxta að þá gengur ekki að efna til útgjalda. Nei. En horfa ekki til tekna. Hafðist þú við sjáum þetta svolítið, ráðherrar eru að lofa hér og þar bara ýmsum hlutum. Ég efast ekkert það að þið viljið stoppa skuldasöfnuna. Sjálfsögðu. Já, en hvaða ráð eru til þess? Við erum náttúrulega að tala fyrir því að við séum með mjúka lendingu í hagkerfinu eftir COVID og eftir þau áföll sem að hafa dunið á okkur ekki bara innanlands heldur erum við líka með stríð í Evrópu sem hefur náttúrulega áhrif á okkar verðbólgu og okkar þessi verðbólga að svo miklu leyti líka innflutt út af háu verði erlendis. Við getum þó ekki farið í það að skerða þannig til þess að minnka hallann þannig að komi niður á þjónustu og áframhaldandi uppbyggingu á nauðsynlegum grunninnviðum. Við þurfum að halda áfram með skynsömum hætti með hóflegu aðhaldi í fjárlögum sem að við erum að gera. Við erum með hóflegt aðhald. Við erum að passa upp á það að við séum ekki að fara fram úr þeim áætlunum sem við höfum sett okkur. En ég alveg sammála mörg af því sem að Oddný sagði að við þurfum að skoða hvernig getur tekjuhliðin styrkst enn frekar. Hvaða leiðir eru til þess? Það bara samtal sem að mér finnst að við ættum að taka á mjög breiðum grunni innan pólitíkarinnar. Hún nefndi til dæmis bankaskattinn og stórútgerðina. Já, ég hef talað fyrir því á síðasta ári til dæmis að við ættum að skoða það að taka upp bankaskattin aftur. Mér finnst það skynsamleg nálgun í því árferði sem við erum í að til dæmis að þeir sem að hafa meiri burði borgi meira til samfélagsins og eins með þá einstaklingar sem að borga sér bara fjármagnstekjur sem laun. Þetta fólk heldur ekki að borga inn til sveitarfélagana en samt að þiggja þjónustöðan og við veitum það að sveitarfélagin eiga líka undir högg að sækja í sínum fjármálum og við þurfum að styrkja stöðu bæði sveitarfélagana en við getum ekki farið í þannig aðhald að við verðum með atvinnuleysi að þjónusta, nauðsynleg grunnþjónusta við íbúana og landsmenn alla skerðist. Nei. En þegar þú talar að þú sett sammála henni hvert hugsanlega þetta sækja tekjur eða skatta talar mikið fyrir þessu innan þingflokksins? Ég hef nefnt þetta og við höfum mörg verið að ræða þetta bæði innan flokks og líka utan. Þannig að þetta er svo sem ekki nýtt að við séum á þessara línu að við viljum skoða hvar hægt að sækja tekjur en mér finnst ekki rétt endilega að við séum að sækja tekjur í vasa
millistéttarinnar og þeirra sem eru að bara að róa þennan dagstaglega róður. En þið eru þá undir raunverulega í stefnu flokksins eins og hann er að vinna núna? Nei, við höfum alltaf talað fyrir því að við viljum manngildi ofar auðgildi og það hefur ekkert breyst. Það er okkar grunnstef og við munum aldrei víkja frá því. Þannig að þetta er svona okkar lína að við viljum ekki að sko þjónustan, þessi nauðsynlega þjónusta sem að okkur sem ríki ber skylda að veita þjónustum fyrir sína skattgreiðslur. En að sjálfsögðu þá erum við með alls konar atriði sem að hafa komið upp út af meðal annars hárri verðbólgu að við þurftum að grípa, við sáum blikur á lofti það að það væri erfið staða hjá ungu fólki vegna aukinar greiðslubyrði af lánum og þess aftar og það var gert meðal annars í kjarasamningum og núna erum við að leggja svolítið mikla áherslu á það í fjárlögum að styðja við ungt fólk og þar tel ég að fjármunum sé mjög vel varið því að það er líka fólk með börn. Mér langar að sko bara í framhaldi af þessu þá var rætt hérna áðan til dæmis með að hlutdeildarlánin, það er bara sjóðun er tómur, það er dæmi fólk sem er búin að fá samþykki fyrir öllu og er að reyna að kaupa sér íbúð og svo segir bara ríkið, nei, sjóðun okkar er tómur, þið verða að bíða ennu sinn, er það ekki? Þetta er eitthvað sem að reynda hillar þig og örugglega ekki? Að hlutdeildarlánin sé ekki til peningar til að lána þeir? Nei, en heimild þingsins liggur vissulega fyrir og ég meina það er fjármagn fyrir cirka 400 íbúðir í ár og svo eða alltaf 4 milljörðum króna en það er bara ákveðið verkefni sem er verið að leysa núna innan innviðráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins með HMS til þess að leysa þessa peninga út, þetta er að leysast. Þannig að ég hlustaði mitt á þessa umræði hérna áðan og mér fannst hún svolítið áhugaverð út af því að þetta er bara á lokametrunum að leysast. Gott og vel. Andrés Ingi. Já. Þessi hérna staða ríkissjóðs sem er náttúrulega bara staða okkar hvers og eins líka er svolítið sko hrollvekjandi að sjá það eru á hverju ári núna erum við að keyra þetta öfumegin við núlið. Sko bæði og, af því að ríkissjóður ánáttúrulega geta tekið á sig högg fyrir hönd okkar allra þegar eitthvað rosalegt gerist í samfélaginu eins og í COVID. Það er bara mjög eðlilegt að við söfnum skuldum á svoleiðis tímabili. Eins er eðlilegt þegar neyðarástand í húsnæðismálum að ríkissjóð sé beitt markvisst í þágu alls almennings og samfélagsins. Það getur komið okkur vitleysum með við núllið. Þannig að skuldasöfnun í sjálfu sér er ekki endilega neikvæð en það að hún sé viðvarandi og bara kerfisbundi stef hjá ríkisstjórninni er vandamál. Já, bara ár eftir ár. Já, og ekkert gert til þess að laga það því að ég er sammála sko Hafdís með að þurfa að styrkja tekjugrunnin og hún nefnir hérna margar góðar hugmyndir. Raunin er hins vegar svo að ríkisstjórnin fer í hina áttina. Hún er búin að veikja tekjugrunnin rúma 50 milljarðar af ófjármögnuðum skattalækkunum frá 2018. Það er bara valda til þessar ríkisstjórnar sem að veikir fjárlögum þetta. Hvaða er það sem gerir 50 milljarðar, er það bankaskatturinn, auðvitaðskattur? Þetta er bara hellingur af alls konar skattabreitingur sem samansafnað fer upp í þessa rosalegu tölu og til samanburðar er hallinn á ríkissjóði í fjárlagafrumvarpinu 41 milljarðar. Þannig að hann væri engin ef ríkisstjórnin hefði ekki verið að gefa frá sér tekjur markvisst allt kjörtímabilið. En af því hún nefndir einmitt auðlegðarskattinn sem var hérna í Jónustjórninni, við Oddný getum rifjað það upp. Ef að hann hefði verið framkvæmdur á síðasta ári með sama hættu hann var árið 2013, þá hefði hann skilað 37 milljörðum. Vegna þess að sá hópur sem að á hvað mesta hreina eign í landinu er búin að ávaksta sitt fé alveg ofboðslega hratt í þessu ástandi. Þar er hann að sjá gliðnun á milli alls almennings og þeirra sem mest eiga. Auðlegðarskatturinn var ekkert fullkomlega útfærður þarna 2009-13 en það er hægt að hugsa sér einhvers konar nýja uppfærslu á þeim skattstofni sem gæti bara skila verulegum tekjum í ríkissjóð og slegið aðeins á ofsagróða þess hóps sem að ber ábyrgð á þenslunni. Af því að þenslan er ekki sjúkraliðum og kennurum að kenna. Hún er miklu frekar þeim að kenna sem eiga endalaust af peningum til þess að brenna í hvað sem er. Gunnar Smári, hvað segir þú hérna fjallar mikið ríkisfjármál? Ég held að bara er ekki komin bara á einhvern svona
endapunkt í einhverju þróun sem var kannski fyrir 30 árum að það var byrjað að lofa okkur því að ef við verið lækkaði skattar á efnameiri fjármagn og fyrirtæki að þá myndi tekjustofnanir raunverulega aukast, þannig að þetta var í ókeypis að gefa eftir skattlagningu á fyrirtæki og fjármagn. Og það var gert, það var fjármagnsskattur var búin til, en það var ekki skattlagður með sama hætti og launaskattur. Eignaskattar voru aflagðir 2004, sem hefur verið eiginlega frá því að 10. var sett á, í einhverjar 10 aldir eða svo, og enginn svo sem kvartaði því. Það var lagt af 2004. Og svo áfram aðstöðugjald var lagt af, við hefum talað vondastöðu sveitafélagana, aðstöðugjaldi var lagt af sem eiginlega svona útsvar fyrirtækjana sem að þau borga til sveitafélagsins fyrir vegina og fyrir dagvist fyrir börn starfsfólksins og bara aðra þjónustu sem að fyrirtæki fá frá sveitafélagunum. Það var sett lofa að þetta væri raunverulega myndi eiginlega bara auka tekjurnar, lægri skattir, auka tekjur. Síðan gerist það ekki og þá var farið út í það að selja eignir upp í gatið. Það var farið út í það að skera niður þjónustu. Svona aðhaldsstefnan byrjar sem að hefur raunverulega að sumu leyti það bara, þá erum við að flytja til framtíðar, eitthvað sem við verðum að leggja inn í heilbrigðiskerfið og vegakerfið og skólakerfið og öll svona grunnkerfi samfélagsins sem eru vanfjármögnuð, sem við skuldum í framtíðinni, en það eru peningar sem við raunverulega erum að fjármagna skattalækkanir til betursettu. Þegar þetta komið út á þannig að það fólk byrjað að kvarta yfir því að þeirra panta tíma hjá heimilislækni þá fer það tíma kannski í febrúar næsta árið eða eitthvað. Þannig að það eru augljóst að þessi kerfi okkar, við sjáum að skólakerfið vanbúið til þess að taka á móti auknum fjölda barna sem að hafa íslensku sem annað mál og annað slíkt. Þannig að við sjáum svona víða í samfélaginu veikleika grunnkerfanna og það er ekki hægt að skera meira niður. Og í millitíðinni gerist það líka að til dæmis þegar staðgreiðsla var sett á að það voru lágmarkslaun voru skattfrjáls. Núna sá sem á lágmarkslaunum að borga líklega 80 skall í skatt. Lægstu örorkubætur voru skattlausar þegar 1990. En núna held ég sé verið að taka fátækasta fólkinu á landinu kannski 40 skall. Og maður er svo hvernig, fólki á ekki fyrir mat. Kemur þá til fjármálaráðherra og tekur matarbeiningin síðustu 10 daga mánaðarins. Allt þetta hefur breyst og ég held að við séum bara komin á svona stað að það ekki lengra að fara með þessari leið. Þegar ráðamenn koma fram og segja einhvern veginn þetta eigi að koma einhvern veginn svona sjálfum sér, ég held að það trúið ekki neitt lengur og við erum þá alltaf komið með ríkissjóð sem í verðbólgu og góðari rekið með halla sem að það kenningin svo að það ríkissjóð með halla þegar þarf að vera innspýting inn í efnahagslífið. Það var COVID en það var fyrir svolítið löngu síðan og það ekkert í fjárlögum núna sem einhvern veginn út á COVID. Þannig að það sem kemur fram núna eftir COVID svona viðvarandi halli sem að ástæðan fyrir því sá að það ekki hægt að skera meira niður án þess að verði bara uppreist í landinu. En við erum með flokkar sem að geta ekki lagt á skatta og þannig að þetta bara gati sem Þetta bara sogast inn og núna eru 70 milljarðar vaxtagjöldin ári. Það peningur sem ég held allir myndu vilja hafa í eitthvað allt annað. Og það líka eitt að við máum skjóta einu að Íslendingar verða að fylgjast með þessu. Þannig að það oft verið að miða við skuldastöðu, miða við önnur lönd og svona. Við erum með miklu betri skuldastöðu þannig heldur en Grikkir og Ítalir. En við erum með meiri vaxtabyrði heldur en Ítalir og Grikkir. Og það eru lönd þar sem eru bara bú, við getum ekki skulda svona mikið af því að þetta verður að grafa undan bara möguleikum okkar að byggja velferðarkerfi. Þess vegna en ljósin hjá okkur, þau ætti að vera á fullu núna. Það segja bara, þetta gengur ekki lengur. Þau eru að grafa undan möguleikum okkar til þess að byggja upp gott samfélag. Árný, þú búin að byggja orðið? Já, ég vil bara taka undir þetta og benda líka á að núna í fjárlögunum gert ráð fyrir rúmum 40 milljörðum í halla en það líka gert ráð fyrir því að selja eignir fyrir 50 milljarða. Það einskiptisaðgerð sem tekur ekkert á undirliggjandi rekstravanda. Það kemur 90 milljarða næst. Já, þannig að það þarf að taka það með í reikningin þegar við erum að meta stöðuna. Allir sér umvila.
Já, í rauninni, ef þú horf, já. En, og það eignir náttúrulega aðalega Íslandsbanki, þessi ríkisstjórn háð því að selja Íslandsbanka á næsta ári. Og fleiri eignir reyndar, en að stærstum hluta það Íslandsbanki. Og síðan það vextir og verðbólga sem þrengir að fjárhag almennings og staðan auðvitað verst hjá þeim sem minnst hafa hand á milli. Og ég var að skoða verðbólguna síðastliðna 12 mánuði og mynd sem liggur þar á vef Hagstofunnar. Þar talað að síðastliðna 12 mánuði hafi vísitala neysluverðs hækkað 5,4% en án húsnæðis 2,8%. Mér varst það mjög svo sláandi og það sýnir svo vel að við verðum að taka á húsnæðismálunum. Það eru húsnæðismálin sem drífa áfram, það húsnæðisliðinu sem drífur áfram verðbólguna. Húsnæðisliðurinn vegur 28,2% af vísitölunni og á síðustu 12 árum hefur þar hækkunum upp á 12,9%. Svo skoðum við næsta lið sem vegur næst þyngst 15% sem matur og drykkjaviður og þar hefur hækkunum verið 4,2%. Húsnæðisliðinu sker sig algjörlega úr og við verðum að horfa á hann ef við ætlum að taka á þessum vanda sem að sliga heimili sem minnst hafa hand á milli. Alla, þetta bitnar á öllum en auðvitað mest á þeim sem minnst hafa. Og þannig, núna mjög ábótasamt að fjárfesta í húsnæði og þeir sem eiga peninga, þeir safna að sér íbúðum, yfirbjóða ungt fólk og aðra sem vilja reyna að komast sér þaki yfir höfuðið og halda húsnæðisverði háu. Og það þarf að taka þessu, skammtíma leigan margborga sig og við verðum, ef við ætlum að rétta þetta af, þá verðum við að setja einhverjar takmarkanir á einstakling og fyrirtæki sem að sanka að sér íbúðarhúsnæði og taka á Airbnb svo dæmi sé tekið. Þetta ástand hefur áhrif á allt mögulegt og ég var að glugga í gærkvöldi skýrslu fjármálastöðugleika ráðsins, hún nýkomin út og þar einmitt farið yfir húsnæðismálin og það auðvitað að tala að það sé ála vegna þess að hér séu mannaflsfrekar atvinnugreinar sem í vexti og það þarf að hýsa starfsfólkið en það líka vegna þess að þjóðin að eldast og það líka vegna þess að fjölskyldu munstrin að breytast. Það eru fleiri sem að búa einir og þetta ástand hefur líka þau áhrif að ungt fólk kemst ekki heiman eða þá að það fer að heiman og að borga himinháa leigu eða húsnæðisláni og fresta barneignum. Þannig að það hefur líka áhrif, þetta mun hafa langtíma áhrif þetta ástand. Og ég auðvitað að vona það að þessi ríkisstjórn fari frá sér fyrst, vegna svo hún getur ekki leyst þetta. Hún hefur sýnt okkur það, hún getur ekki leyst þetta. Þó að lausnirnar blasi við og vandamálin eru kristaltær og við þurfum að ráðast í aðgerðir. Þetta sem að Oddný að tala núna varðandi unga fólkið og að við getum ekki leyst þessa stöðu, að sjálfsögðu ég fyllilega ósammála því að við erum með bara mjög mikið af aðgerðum, góðum aðgerðum í fjárlögum núna sem að einmitt ætlað eingöngu til þess að styðja við ungt fólk sem að slegast undan húsnæðisgreiðslum bæði af leigu og líka af húsnæðislánum. Að sjálfsögðu við þurfum að þakka yfir höfuðið. En núna þá erum við að sjá það jafnframt að verðbólguspá að fara niður og á að vera núna komin niður í 3,5% í árslok 25 og í 4% núna í byrjun árs 25 og svo sáum við náttúrulega tölunar sem að koma núna í síðustu viku. Ég spyr bara spurningar, ekki komnar allar forsendur til þess að fara að hefja lækkunarferli á stýrivöxtum því að það svo sannarlega að fara að bíta og allt tala það að kæla hagkerfið og allt þetta, það er komið. Við þurfum ekki að frista það alfarið og það mun hafa mjög góð áhrif á alla þá sem eru með greiðslur á húsnæði og ég get ekki verið sammála þessari fullyrðingu hennar Oddnýjar það að þessi ríkisstjórn sé ekki fær það að klára verkefnið að styðja við ungt fólk og sjá til þess að þau hafi farborða inn í lífið En
að sjálfsögðu hefur þetta áhrif og við erum líka að styðja við barnafólk með til dæmis barnabótum, hækkun á þeim, hækka lágmarksgreiðslur í fæðingarorlofi, svo má lengi telja, þannig að ég get ekki alveg tekið undir þetta. Ég er ánægð með það sem að tókst að ná í gegnum kjarasamningana varðandi barnabætur og húsnæðisbætur, hins vegar hefur bara ríkisstjórnin sýnt okkur það, hún hefur setið í 7 ár og vandamáli verður alltaf stærra og stærra og ég held að verði að klippa á þennan hnút með kosningum. Ég held ekkert, mér langar að koma inn á eitt viðbót í tíð þessari ríkisstjórnar höfum við fengið COVID, við höfum fengið stríð í Evrópu, við erum búin að vera með Grindavík bara í gjörgæslu, það hefur verið sett miklir fjármunir inn í það að grípa undir bæði íbúa fyrirtæki og að vernda bæinn gegn því að hann falli undir hraun. Það hefur skilað góðum árangri. Allt þetta hefur áhrif á ríkisfjármálin. Það er ekkit bara svo einfalt að segja að við séum vanhæf til þess að stjórna þessu. Við höfum verið að díla við, við höfum verið að eiga við ótrúleg áföll í íslensku samfélagi síðan að bara þetta kjörtímabil byrjaði. Af því að Hafdís nefnir COVID, þá kannski ágætt að rifja líka upp að ríkisstjórnin dældi einn stuðningi á vitlausa hlið húsnæðismarkaðarins í COVID. Byggði upp eftirspurnarhliðina þegar það vantar framboð af íbúðarhúsnæði á landinu. Og þetta gerist ekkert óvart. Það var bent á að þetta væri röng ákvörðun hjá ríkisstjórninni á sínum tíma. Nú talaði eins og við séum að sjá þetta í baksýnisspeglinum þegar að verkalýðshreyfingin öll var að benda á að þarna væri verið að eyða alveg ofboðslegum fjárhæðum til þess að auka spennu á húsnæðismarkaði. Þannig að hluti af vandanum sem ríkisstjórnin segist vera að fara að leysa núna er henni sjálfri að kenna. Hún er búin að vera það lengi við völd að hún hefur stillt upp stöðunni eins og hún er í dag. Og ef við lítum líka á Grindavík, það er ágætt dæmi annað, þar þurfti að rýma sveitarfélagið fyrir ári og þá var talað um að ein af lausnunum til að takast á við húsnæðisvanda þeirra sem þurfti að flytja frá Grindavík væri að koma upp einingahúsum eitthvað staðar sem væri hægt að byggja með hraði. Árliðið og enn er þetta bara hugmynd í pípunum, eitthvað sem þau eru ennþá að skoða. Þannig að ef það er ekki einu sinni hægt að bregðast við skýrt afmörkuðum húsnæðisvanda þeirra sem þurft að flýja Grindavík, þá er það þjóðin í heild sinni sé í smá vanda. Það er svakalegt verkefni sem kemur bara allt í einu. Já, en þetta er samt ekki, þetta er umfangsmikið og erfitt. Þetta er ekki flókið, þetta er ekki flóknasta verkefni í heimi. Nei, en Þórkall á peningarnir sem voru inn í það og Bríet keypti leiguíbúðir í þessu ástandu öllu til þess einmitt að styðja við þá sem að voru ekki gjaldgengir inn í Þórkall eða átti ekki húsnæði fyrir. Þannig að það var svo sannarlega gert eitthvað, en ég er á því að uppbygging á húsnæði er viðvarandi verkefni hvers árs. Við þurfum alltaf að vera að passa upp á það að það sé samstarf þarna á milli ríkis og sveitarfélaga og svo annarra byggingaraðila og fleiri til þess að við séum með nægt framboð á húsnæði. Að sjálfsögðu er að mörguleyti til þessi staða á húsnæðismarkaði út af við erum ekki búin að vera með nógu mikið af íbúðum í byggingu. En svo sannarlega er verið að taka á þeim vanda og við höfum alltaf verið í því að vera að ekki bara í þessu. Við erum svo oft í íslenskum stjórnmálum að bíta í skotta á okkur og vera of sein að bregðast við eða við erum meira í því að bregðast við heldur en að búast við. Og það er eitthvað sem við þurfum virkilega að fara helst bara í gær að laga því að við þurfum að vera tilbúin þegar að holskeflan kemur. En við gætum orðað að hluti af vandanum í húsnæðismálunum er að svo gott sem er félagslega kerfið var lagt niður. Einkavæðingu verkefnabústaðina og bara var sett lok á uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæði sveitarfélagana. Þetta er hluti af rótinni, af vandanum, en við erum ekkert að gera því. Við erum bara treystum á því að markaðurinn muni leysa húsnæðisvandann. Algjörlega, og að því við tölum hér um Grindavík og ég var í þessari þverpólitísku nefnd sem að fjallaði stöðuna. Við fengum nú ekki að starfa mjög lengi, en fengum þó aðeins að koma að hlutunum og þar vorum við með að rifja upp og ég rifjaði það upp að árið 1973 þegar gaus í Vestmannaeyjum, það gaus í lok janúar ekki satt og í júní var byrjað að tyrfa í kringum með Eyjabyggðina í Keflavík og ég talaði fyrir því að við myndum byggja upp einingarhús á tilteknum svæðum. Við vissum svæði á Suðurnesjum sem voru möguleg í þessu tilviki en auðvitað þyrfti ríkið að koma þar að.
og að Grindvíkingar hefðu þar forgang og það var engin áhætt í þessu vegna þess að það skortir sannarlega húsnæði á Íslandi. En vandinn og ég fekk þau svör hjá þáverandi ráðherra að þetta væri ekki góð hugmynd vegna þess að við þyrftum að láta markaðinn ráða. Markaðurinn myndi finna út úr þessu. En það er þannig að húsnæðismál eru ekki bara efnahagsmál. Húsnæðismál eru velferðarmál. Og markaðurinn er ekki flinkur að taka á velferðarmálum. Og þess vegna í þessu ástandi sem er nú þarf að ríki og sveitafélag að koma að málum með lausnir sem eins og óhagnaðardrifin leiguhúsnæði og með uppbyggingu almenna húsnæðiskerfisins sem á nú að vera eitthvað svona eitthvað sem átt að koma í staðin fyrir verkamannabústaðana og það saman hann kemur það reyndar ekki en er samt í útvötnuð hugmynd sem að verða alltaf verri og verri alla leiðina og kemur kannski út gagnslaus. En það þarf að finna félagslega lausnir til þess að bregðast við félagslegum vanda. Og það, ef sveitarfélagin að koma inn í það, þá er náttúrulega að laga fjárhagsstöðu sveitarfélagina því að sveitarfélagin raunverulega get ekki, þau eru standa svo veikt. Þau geta ekkert gert þetta eins. En þetta er bara, ég held eins og Oddný segir, markaðurinn er búin að sýna, hann ræður ekki við að leysa þetta neyðarástand á húsnæðismarkaði því að það er engin aðili í landinu sem að ber einhvers konar ábyrgð á því að við höfum öll þaki yfir höfuðið. Markaðurinn ber ekki þá ábyrgð. Aðilinn sem er að byggja húsið, það er ekkit hans markmið að fólki sé tryggð búsett eitthvað staðar. Það er eitthvað sem ríkið á að gera og það er eitthvað sem að svo við komum aftur að ríkissjóði, það er eitthvað sem ríkissjóður þarf að taka á sig. Það er neyðarástand sem kallar á bara inngrip í þennan markað sem að hefur verið að bregðast. Þegar við erum búin að leysa það neyðarástand, þá getum við séð til hvort markaðurinn sé þess fær að viðhalda einhverju eðli ástandi. En til að koma okkur upp úr því kviksindi sem við erum í núna, þá þarf bara miklu stærri aðgerðir. En segir mér, nú er það að tala svona aukin útgjöld eins og út af COVID og út af Grindavík og þá eru oft gripið til þess að vera með sérstaka skattheimtu og við sáum til þess í Evrópu í orkukreppinu þá var bara sett sérstök skattheimta á orkufyrirtæki sem voru að taka inn aukin hagnað út af hækkun orkuverði á þess að vera aukin kostnaður hjá þeim. Og sömuleyti hefðu við geta sett á svoleiðis skatta á álbræðslunar sem að voru raunverulega að taka inn aukin hagnað út af hækkun á álverði sem að var með innbyggðu orkuverðshækkun Evrópu inn í sér. Að álverðið hækkaði vegna þess að það var aukin kostnaður annars staðar en ekki hér. Þannig við hefðum getað tekið það. Við erum með gríðarlegan, ótrúlegan hagnað bankana. Bara, ég held að segja slá upp í 3% landsframleiðslu eða eitthvað. Þetta er bara einhver geðveiki og það er það sem eru einhverjar stofnanir sem að græða gríðarlega á háum vöxtum í samfélaginu sem að fólk þarf að borga út af það sem að Seðlabankinn er að reyna að minnka ráðstöfunar fyrir fólk sem það bankandi græða stórlega. Það er í sjálfum sér ekkert að því að taka þennan skatt. Við gerðum þetta í stríðinu með þá var reynt að taka stríðsgróðan inn með skatti. Þið nefndu stóreignaskattin eftir hrun. Það er svona dæmi skatta sem að var til einhverja gríðarlegar eignir í bólunni fyrir hrun og það var til þess að skattleggja það. Það er mér eðlilegt að þau borgi brúsann, ekki? En það er við svona erfitt með þetta, bara innheimta skatta. Það er náttúrulega búið að setja sérstakann skatta á vegna Grindavíkur, en hann lagðist ekki það sem helst skildi, heldur þegar var frá stað með varnargarðana þá einmitt var allur almenningur sem á húsnæði, það var smurt ofan á skattlagningu á öllu húsnæði til að taka inn fyrir varnargarðunum. Og nú er lagt til í tengslum við fjárlagafrumvarpið að hækka þá prósentu aðeins og gera hana til lengri tíma til þess að hafa inn í kassan gati sem var skilið eftir í náttúruhamfaratryggingum þegar var tekið út úr þeim potti til þess að kaupa upp húsnæði í Grindavík. Erum við þar ekki að tala um það að við erum að búast við frekar en að vera bregðast við? Þar erum við að tala um að það er verið að dreifa byrðunum þangað sem ætti ekki að gera það. Á allur almenningur með þessum hætti að taka á sig auknar byrðar á meðan við erum ekki að taka af þeim hlutum samfélagsins sem að eru með myljandi gróða eða ofboðslega eignasöfnum.
þetta er óréttlátt skattheimta. Ég er bara að velta þessu upp svona, okkur eigum við í svona miklum erfiðleikum með að tala um skatta sem bara sanngjarna og góða Við þurfum öll að borga til samfélagsins, það er eitthvað sem við verum öll sammála um. Það sem að pólitíkinni hins vegar greinir á með hvaða hætti það á að gera. Það er það sem við erum öll sammála um hvert markmið en með hvaða hætti á að taka þessa skatta og hvaðan eiga tekjur ríkissjóðs að koma. Þar erum við bara innan Alþingis bara alls ekkert sammála. Ég heyri lítið þessa umræðu hörku umræðu eigum við að setja stóreignaskatt eigum við ekki að endurskoða það að fellt niður eignaskattinn eigum við að taka upp aftur aðstöðugjald ég myndi vilja sjá bara svona hörku umræðu á sama hátt og við ræðum bara um heilbrigðiskerfið eða menntakerfið eða vegakerfið og okkur hefur ekki að tala um skattkerfið Já, það er bara vegna þess að það eru sterk hagsmunaöfl í samfélaginu sem að vilja alls ekki að þessi tala um skatt af því þá vitaðu það litið til þeirra Vissulega. Og þau eru og það allavega í tíð þessara ríkisstjórnar og fleiri þá hefur svona verið haldið vendarhendi yfir þennan hóp og sem að fær þá að bara að valsa í hagkerfinu sem lítið og þolir ekki svona ágjöf eins og núna ég segi ágjöf frá þeim sem að eiga svo mikið af peningum að þeir bara kunni ekki aura sinna þar og að kaupa upp heilu blokkirnar og hvaða nú og hafa slæm hagstjórnar áhrif. Það annað sem að ríkisstjórnin að gera sem að í þessu tilliti þegar kemur að Grindavík að það talað að Grindavíkur bær þurfum 600 milljónir króna til þess að reka sig og þá peninga á að taka úr jöfnunarsjóð sveitarfélaga þannig að það eru sveitarfélögin sem að fyrir eru í vanda sem eiga að taka á sig vanda Grindavíkur í staðan fyrir að taka þetta varasjóðum eða bara úr ríkissjóði annar staðar og þetta veldur reiði þegar fólk hugsa bara býtu okkur á ég að fara að skera niður í velferð íbúa mín sveitafélags okkur ekki litið til stórútgerðunar eða taka gjald af ferðaþjónustunni eða hvað, okkur byrjaði okkur þannig að þetta ekki sanngjarnt Ég hefði ekki raunverulega að tala sjálfstæðisflokkinn, hann sé meinið í þessu Ég held að það enginn vilji til þess að hækka skatta á miðflokknum eða viðreisn í sjálfum sér. Ég hef aldrei heyrt flokk fólksins leggja til skattahækkanir. Ég hef alla heyrt Pírata og Samfylkinguna með svona aðeins leggja á auðlegða skatta en hófstiltan kemur alltaf eftir. Þannig ég sakna bara umræðu skatta. Ég held að Rómaríki var byggt upp á sköttum. Allt sem hefur verið gert hefur verið byggt upp á sköttum. Já, það sem Oddný sagði við verðum að tala um skatta og þora að tala um það á erfiðan hátt og vera ósammála, þannig þroskast umræðan. En við getum ekki gert það með því að taka bara af einum en ekki öðrum, en ég samt sem áður þannig byggð að ég vil ekki að við séum að taka af hvorki þeim sem að minnst mega sín þeim sem að eru í við þurfum svolítið að standa vörð hag bæði fjölskyldna, barnafólks og þeirra sem að bara að láta einmitt þess að ég sagði áðan, dagstaglegan róður bara ganga upp og þeir eru ekki út á torgum að gallapa það hvað hlutnir eru slæmir eða hversu mikið þetta býtur. Mér finnst reyndar ég má aðeins taka þetta upp að mér finnst það svo algengt að þegar að við svona sem að horfum aðeins vinstra megin inn í stjórnmálinu erum að tala að það þurfi að auka jöfnuð og jafnabyrðar og horfa á þá sem að breiði bökin og fara þangað að þá kemur einhver úr stjórnarliðinu og segir ég á móti því að leggja skatt á almenning og leggja skatt á barnafjölskyldur. Ég ekki að tala um það. Það bara ekki verið að tala um það og ég hef aldrei talað fyrir því og það einmitt fólki sem við að standa vörðum en umræðin alltaf einhvern veginn það alltaf verið að drepin og dreif með því að tala, við viljum ekki við viljum þrengdana niður í eitthvað sem að enginn vill og þar með bara, þá tölum við bara ekki meira skatt Skrýmsladeildi fyrir í gang og dreifir skattakata 2016 af því að þá var VG að reyna að leggja til tillögur skattahækkanir þá var hún svert með því svo var alltaf sagt að þetta endar alltaf á millistéttinni þegar millistéttin byggðist upp í okkar heimshluta á eftirstríðsárunum þá var ég held að það verið 90% hæsti tekjuskatturinn og þá var fyrirtækjaskattur svona 50% í öllum okkar heimshluta þá var fjármagnstekjuskattur bara eins og launatekjur þá voru eignaskattar
ég meina á þessum árum byggðist upp millistétt. En á nýfrjálshyggjuárunum að þá er að vera að horfa á það í öllum löndum hvernig millistéttin er eiginlega bara grotna niður og falla yfir í að vera bara með stanslausan afkomukvíða og hvort er eigi fyrir húsnæðisbótunum og ávalla fyrir því að lifa. En það er alltaf verið að sannfæra okkur það að ef við leggjum á skatta á á fjármagn og fyrirtæki að þá endanum munir þetta grafunda millistéttin. Þetta er bara alrangt. Þetta er bara á sér enga stoð í sögunni. Nei. En ég ætla bara að minna á að Framsókn eða ráðherra Framsókn að tölu hvalrekaskatt. Hvalrekaskatt. En þeir bara hafa ekki áhrif inn í ríkisstjórninni hvað þetta varðar. Við veitum alveg hvaða öfl standa þar að baki og þú veist hverjir það eru í ríkisstjórninni sem eru á móti alfarið á móti skattahækunum en að sjálfsögðu þá er samstarf er alltaf málamiðlun. Og ég meina, þú veist, þegar við erum 3 flokkar þetta ólíkir, þá sjálfsögðu þurfum við að komast að einhverjum málamiðlunum saman hversu fúl við erum að ná ekki hlutunum í gegn endilega. En því að hækki þeim ekki neitt, sjálfsögðu. Við veitum alveg hvernig... Sjáum það bara á skattstofnunum. Já, við veitum alveg hvernig sáflokkur virkar. Það er náttúrulega ekki hægt að hafa endalausar skoðanir á skjön við stjórnarsamstarf sem fólk er búið að vera í 7 ár. Á einhverjum tímapunkti þá bara er stefna stjórnarinnar þar sem þú hefur staðið fyrir og ég meina í fjárlagafrumvarpinu þá er vitnað til nokkura lagabreitinga sem á að gera til þess að auka tekjur ríkissjóðs. Ég held að ég að safna saman 99 milljörðum þannig. Stærsta breytingin, eða það eru 2 stærstu breytingar. Önnur er breytt gjaldtaka á ökutækjum, bara bregðast við tækniþróun og svoleiðis, bara eðlilegt að taka á því. Hitt er einhver breyting varðandi það hvernig veiðigjald er reiknað og verið að reyna að gera það aðeins svona effektífara. Ökutækin er að redda 8 milljörðum, veiðigjaldi 2. Þetta er forgangsröðunin sem við sjáum í gegnum allt. Almenningur er þarna að fara að leggja til 4 sinnum meiri aukningu heldur en stórútgerðin. Það er forgangsröðun þessar ríkisstjórnar þó að einstaka flokkar eða einstaka þingmenn stjórnarliðsins geti sagt að þau sé ekki hrifin af þessu, þá er þetta samt þeirra frumvarp, þetta er þeirra fjárlagafrumvarp, þetta er þeirra stefna sem þau standa við. Þáttur er mikla hækkun fiskverð. Fiskverð verður að hækka mikið ennlendis og sem að fjármálaráður ætti alltaf að hafa sérstakan áhuga á út af álagningu veiðigjalda. Af því að þú veist, því meira sem fiskverð hækkar á almennu markaði umfram innlenda kostnað, þá verða bara aukinn hagnaður inn í útgerð. En þetta eru 2 milljarðar sem er verið að tala þarna og þetta eru svona breytingar sem eru sjálfsagðar, sem eru hækka prósentun upp í 45% á uppsjávarfiski en fella á móti álagið og síðan bara Ég er rosalega ánægð með að Oddný muni þetta því að ég gleymdi alveg hvað þetta snýrist og taka það af að útgerðin geti tekið veiðigjaldið og sett það sem kostnað þannig að það er dregið frá skatti. Ég meina þetta eru sjálfsagðar breytingar og þetta gefur 2 milljarða. Hafdís, þú hljómar svolítið eins og félagshyggjuarmur Framsóknar, gamla samvinnuhreyfingin. Já, að vissu leyti. Ég meina, ég hef alveg látið hafa það eftir mér að þegar það kemur að fjölskyldunni og velferð hennar, þá er ég vinstri sinnuð. En þegar það kemur að vexti í samfélaginu og tækifærum, þá er ég hallast til hægri. En eins og ég segi, þú veist, það er það sem að Framsókn býður manni upp á er að geta halla sér í báðar áttir eftir því hvað við erum að tala. Og þarna þegar við komum að því að tryggja velferð og öryggi í fjárhag fjölskyldunar og hvernig við erum að spila það allt saman, þá er ég svo sannlega vinstra megin í lífinu. En við höfum heyrt bæði VG og Sjálfstæðisflokkin eða svona áhrifafólkin í báðum flokkum segja eiginlega að þetta stjórnarsamstarf verður ekkert áfram. Þetta mun ekki verða eftir næstu kosningar. Það er ekki verið að slíta stjórnarsamstarfinu en þetta er ekki framtíðin. Hvernig lítur þú á það sem ef þú segjum að þú sért aðeins vinstramegin í Framsókn, þá myndum að telja að fólk þeim megin í lífinu myndi hugsa, ég meina 8 ár með Sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórn er bara gott í bili. Nú verðum við að fara yfir í eitthvað svona vinstri miðstjórn til þess að bara lifa af sem flokkur. Já, eins og ég segi, þegar það kemur að tækifærum og vexti í samfélaginu og að einstaklingurinn hafi þau tækifæri til þess að búa sér til einhver virði, þá er ég hægra megin. En ég held að við sjáum það bara, ég þarf ekkert að svara þessu við sjáum það bara á fréttaflutningi og atburðum síðustu 2 vikna að
hver staðan og hver vilji þessara stjórnarflokka til áframhaldandi samstarfs. En það væri fullkomlega ábyrgðarlaust hins vegar að mínu mati og okkar mati að hoppa frá borði núna með að við hvernig efnahagsástandið og við erum ekki á því að þetta sé rétt tímapunkturinn til þess að ganga til kosninga. Ef að VG ákveður það eftir viku að slíta stjórnarsamstarfinu, væri þið þá til í að fá einhvern flokk til þess að verja einhver vantrausti eða taka upp einhvern flokk til þess að fresta kosningu fram á allavega vorið? Það bara samtal sem að við munum taka eins og við höfum oft talað það bara vika langur tími pólitík og við veitum ekkert hvað gerist á mánudaginn eða þriðjudaginn, það allt þetta óvissuferð. En eins og ég segi, þetta bara samtal sem að við munum taka á þeim tímapunkti þegar og ef sú staða kemur upp. En langar að spyrja ykkur öll, spyrjum á þér Andrés, ætlar þú í framboð aftur? Já, það allavega planið ennþá. Ég tók spjallið við fjölskyldinu daginn hvort þau myndi nenna því að ég byði mig fram, af því að þetta dálítið svona hópverkefni að pabbi sé á þingi. Viljið að pabbi sé meira heima og þessu nei? Ég að stríða. Nei, ég þú veist, ég finn alveg á alveg gott kjörtímabil eftir í mér og það ennþá margt sem ég langar að gera. Hafdís Hrönn, heldur þú? Já, heldur betur. Ég full af eldmóð og metnaði til þess að láta gott af mig leiða og það engan bilbug að sjá mér. Oddný, reynslu mest í þingmæðin Ég náttúrulega eldri en þau og hef verið lengur en þau á þingi. En ég í góðu standi og starfsorkan næg og ég þakka fyrir þetta tækifæri að gefa mér að lýsa yfir skoðun minni en ég ætla ekki að nýta það. Að lýsa yfir hvað ég ætla að gera. Þetta fínt tækifæri sem þið en ég ætla ekki að nýta það. Nei, hann er óvissan þá. Já. En hvernig verður, maður myndi ætla það að veturinn sem kosningavetur, þetta ætti að vera gríðarleg umræða svona efnahagsmál og ríkissjóð og eitthvað fleira. En stundum verður stjórnmálin skrýtin skepna og við getum lent í umræðu. Núna var í vikunni að Jón Gnarr var að gangi viðreisn og Þórður Snær í svona framboðsstemming og stundum það þannig eins og að raunverulegu mál ná eiginlega ekki gegn í stjórnmálumræðinni. Ég upplifði það stundum. Stjórnmálafréttir eru stundum dálítið svona eins og íþróttafréttir, það félagaskiptaglugginn sem stundum mikilvægari. En eins og þess umræða fjárlögin núna, mér veistu ég man ekki eftir lítill umræðu. Já. Ég held að við verðum. Hvað segir þú Oddný? Það hefur nú áður svona menn að vilja bíða eftir umsögnum frá ASÍ og stéttarfélögunum og einhverjum hagsmunaaðilum áður en fara eitthvað tjá sig mikið fjárlögin, þannig svolítið stundum þannig. En svo þetta líka það kemur ekkert frá þessari ríkisstjórn. Það kemur ekkert frá. Hvað erum við búin að vera með mörg stjórnarmál? Það bara og þegar við erum að tala við ráðherrana og eins og Guðlaugur Þór, hvað þessi mál sem þú ert að tala að þú sést svo þú sést að koma með, hvað eru þau? Þá segir hann, þau eru föst inn í þingflokkum. Þannig að það kemur ekkert frá þeim og það ekki gott fyrir samfélagið í heild og við þurfum einhvern veginn að við höfum ekki úthald til þess að ræða hvort að Þórður Snær eða Jón Gnarr eða hver nú að fara að bjóða sig fram í marga mánuði. Við verðum einhvern veginn að stoppa þetta bara og segja, heyrðu, þessi kyrrstaða, rjúfum hana og göngum til kosninga. Við erum hvort sem öll tilbúin í hana og við verðum bara að svara kalli og hætta þessu. Þetta svo áhugaverð áhugaverði tónleikar sem að stjórnarandstaðan býður alltaf upp að það kom ekki neitt frá ríkisstjórninni en ef við skoðum bara allt sem að við höfum verið að gera en ég meina að sjálfsögðu þá fer ég ekkert í skotgrafi með það að við erum ólíki flokkar og okkur greinir á nálgunina á ýmsum málum sem að verið að leggja fram og við viljum bara tryggja að þau fari fram fyrir þjóðina þannig að sjómi sé af þess vegna festast sum málin inn í þingflokkunum út af því okkur greinir vissulega á einstaklega nálganir, alls ekki allt. Það alls ekki allt. Nei. En sum mál, þá þurfum við aðeins að fá tíma til þess að melta hlutina, koma okkur saman hvernig ætlum við að fara út í umræðuna með þetta, hvernig kemur þetta við okkur, okkar stefnu, okkar flokk
og við, þú veist, ég svo sem, við hræðumst ekkert kosningar, það ekki það. En þetta ég segi bara aftur, fullkomið ábyrgðarleysi að ganga til kosninga núna þegar staðan eins og hún það væri ekki til þess fallið að hjálpa verðbólguspám eða neinu svoleiðis að sjá hérna einhverja stjórnar óvissu í pólitíkinni, það bara ekki til þess fallið að við getum komist áfram með nokkuð skapaðan hlut, en mín skoðun svo að við eigum eftir að gera það mikið að við þurfum þennan veitur til þess að klára það og við ætlum að gera það. Við komumst ekkert áfram með þessa ríkisstjórn. Jú, og það lærdómurinn. Vegna þess að þótt að komi ólíkt fólk. Rætt hægt viljinn fyrir hendi. Þótt ólíkt fólk komi saman og ef því tekst að svona saminast að við erum að fara svona sirka þangað, þá getur það gengið. En stundum bara traustið á milli ekki orðið þannig að slíkt samstarf enda með því að það allir með neitunarvald. Þannig að það eiginlega alveg saman hvað þú stingur upp á og ég ætla að segja nei við því og hann segir svo nei við öðru og allt í réttu komið ríkisstjórn sem gerir ekki neitt og ég held að það sé ríkisstjórn sem við erum með núna. Ég ósammála því. Ég held að við séum við eigum þennan veturinni. En við sjáum þau leggja fram þingmálaskrá vetrarins í byrjun þings. Það var 11. september sem þing kom saman. Þá var skjalið birt. 35 mál átt að koma fram í september, nú september liðinn og það komið 5 eða 6 mál. Þau svo mörg? Já, kannski. En allavega áætlun sem þau gerðu í þessum mánuði, hún stóðst ekki út mánuðin. Hvernig ætlaði að reka land í heilan vetur? Ég bara segja eins og Oddný, ábyrgðarleysið í því að leyfa ríkisstjórnina að vera lengur en við mögulega getum komin frá. Þegar við gagnrýnum þetta að stjórnarliðar koma sér ekki saman, þá segja þau þetta eru ólíkir flokkar og eitthvað hver lærdómurinn eftir þessi 7 ár? Lærdómurinn sá, svona ólíkir flokkar eiga ekki að vera saman í ríkisstjórn. Þá myndast þessi kyrrstaða og þetta neitunarvald sem að uppkomi núna. Þannig að mér finnst þetta að vera augljóst, þetta blasir við. Hingað til hefur þetta nú bara gengið nokkuð vel, en að sjálfsögðu þá þið sem eru eldri en ég í pólitík, vitið það að kosninga ári alltaf frekar sérstakt sama hvaða ríkisstjórnar. Þetta enda samastað á síðustu ár. September hefur klárast alltaf án þess að stjórnarmál komið til okkar. En Oddný, einhver flokkur nógu ólíkur samfylkingunni þannig að samstarfið myndi ekki ganga upp? Að mínum að já. Það ekki formaðsins, hún neitar að afskrifa flokka til samstarfs. Já, hún hefur ekki afskrifað neitt, en auðvitað blasir við bara þú horfir á stefnu flokkana og áherslur að það eru þarna flokkar sem eru langt í burtu frá okkur og það væri mikil áhætta á einmitt að stefið endurtaki sig ef við ætlum að fara að teygja okkur svo langt. Hérna næstu því að vantar bara Viðreisn, þá erum við með Reykjavík módulið við borðið. Þetta getur verið flokkar sem myndu vinna saman eftir kostingar. Og Reykjavík-módelið sýnir náttúrulega það sem kannski talandi eitthvað sem gerir ekki neitt. Já, en það svo mikilvægt fyrir valdastjettina að sjálfstæðisflokkurinn fái frí frá völdum. Já, ekki fyrir valdastjettina, fyrir almenning segi ég. Sjáum bara hvernig borgarstjórnarflokkur sjálfstæðisflokksins eftir að hafa ekki fengið að vera meirihluta allan þennan tíma. 30 ár. Það skiptir alveg rosalega máli að ná því sama á landsvísu og næstu kosningar munu meðal annars snúast það. Tækifæri sem að við vorum rænt þarna 2017 þegar að sjálfstæðisflokkurinn fékk að vera í öndunarvél í boði hinna stjórnarflokkuna að tveggja. Þetta náttúrulega hins vegar Framsóknarflokkurinn stór flokkur meðal annars á því að hann vinnur ýmist eða gerði það, ýmist er vinstri eða hægri. Sömuleyti finnst mér Kristrún vera að sækja þessa stöðu, vera miðflokkur sem að vinna til hægri og vinstri, þannig að það eru ýmsir flokkar sem að raunverulega hafa byggt upp þessa sterku stöðu sjálfstæðisflokksins. Það alltaf biðröð við Valhöll að fá að vinna með þeim. Það hefur verið þannig allan lýðveldistímann. Samfylkingin hefur gert það og Alþýðuflokkurinn áður. Það hefur gerst, það rétt, en við að læra reynslunni. Þetta góðu lokaverð hérna, eða ekki? Jú. Þakk ykkur kjalla fyrir komuna, Andrés, Hafdís og Oddný. Takk fyrir. Og svo það vitringarnir við á eftir. Við setjum eftir. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.
Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvellur braskara. Meira stefnuna inn á xj.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is